Fallega fólk, heima jólin, það nú það sem við flest þráum. Það að fá að vera heima jólin. Og helgina, þá talið í hofi, ekki sjaldnar en 5 sinnum heima jólin. Og ég held að sé óhætt að segja að rúsínan í pulsuendunum á þeim tónleikum, þó að séu margar rúsínarnir í þeim graut, þá það nú klárlega hann Kitty Conn sem komin í sófann til mín. Já, takk fyrir að hafa mig. Gaman að fá þig. Já, gott að sjá þig. Ég hef aldrei séð þig áður og ég var langt síðan ég kom hérna, mjög langt, allt og langt, en bara yndislegt. Já, segir maður ekki bara velkomin heim, þú Jú, norður? takk fyrir. Til Akureyrar. Veistu það í gamla daga að þá þegar ég kom heim þá jólin, gjarnan. Ja, akkurat. Og þá var lendi á Keflavíkurflugvelli og það var farið í næsta taxa og ég stoppaði ekki í Reykjavík, fór beint á flugvellinu og fór norður. Já. Og þá var náttúrulega mamma heima og svolítið öðruvísi og fleiri systkini og svona. Þannig að, en þó erum við 3 systkini ennþá hér á Akureyri. Já. Og það var, ég var bara ekki komin heim til Akureyrar fyrir ég kom hingað, eða til Íslands öllu heldur. Nei, akkurat. Já, það eðlilega. Já, Ræturnar eru alltaf sterkar í manni. Já, heldur betur. Og þetta bara yndislegu staður, veistu það. Það það. Þetta það. Já. Og núna eigum við þetta fína hús, Hof. Já, glæsilegt. Þú hefur nú sungið þar áður. Jú, ég opnaði á sínum tíma. Það ekki nefnilega? Jú, og það var ég mjög stoltur af því. Og ég svolítið stríða vinur minn í Reykjavík. Já. Að það mun betra að syngja hérna í Hofi heldur en í Eldborginni, Eldborginni mitt í Hörpunni. Og þetta segir bara upphátt. Já, og það myndi sjálfst eflaust fleiri segja það. Já. Ef hefðu bara... Ef þyrðu það. Já, nákvæmlega. Ég ætlaði að fara að segja að hefðu þarna til þess, en ég ákvað að hætta við það. Já, en hann góður salurinn, hann góður, ég þarf ekki að kvarta, en það margir kollega mín sem eiga vandamál með salinn. Berst það bara ekki nógu vel eða hvað? Já, sko, eða bara ekki... hann berst ágætlega, en það kemur ekki tilbaka. Já. Nefnum sett með stóra rödd eins og mína. Akkurat. Annars ferða og svo bara hverfur það og fólk á svolítið erfið með að balansera sig í söngnu fyrir bragðið, sko. Já, þín sterk ennþá og ekkert að dofna. Nei, jú, eitthvað, en hún að breytast allavega. Já. En málið að svo ég viti best, þá hann óramagnaður hérna salurinn í Hofinu. Já. Já, ekki nema eitthvað sérstak. Já, ég meina það engar svona, engar flapsar og vængir og dót eins og... Nei, það ekki þannig. Það bara natúral eins og við segjum á Ítalíunni. Nákvæmlega. Þú kemur norður til að syngja á jólatónleikum. Já. Hvað ertu að fara að syngja? Sko, ég bara, fyrsta lagi þá ég með yndislegum hóp. Já. Fólks og bara alveg frábært fólk. Já, þetta fullt af dásamlegu. Nú búin að vera í brassanum í hálfa öld og vel það. Þetta einstaklega fínn hópur og líka góða manneskjur og Friðrik Ómar náttúrulega og uppáhaldið mitt hann Eyþór Ingi og Jögvan og svo Diddu sem búin að vera hálfa öld saman og Var ekki Margrét þeir? Jú, og Sigga Benteins Þetta stórskotalið? Og þetta allt söngvarar sem eru bara flottir söngvarar. Já. Og að því að það oft í stórum hóp þá kannski 1 eða 2 lekkur aðeins veikar en hinir. En þarna erum við bara... Þetta sterk heiða. Já, þetta bara rosa gaman, sko. Og já, ég skemmti mér alveg konunglega, sko. Allar flytja á helga nótt? Já. Er það ekki? Jú. Ég svona pínlítið og reyndar Diddu með mér á helga nótt. Við skiptum erindinu á milli okkar og síðan röddum við líka og syngjum saman. Þvílík veisla. Nú svo syng ég Panis Angelicus og svo syngjum við sem ég held að verða algjör bomba. Syngjum öll saman himnarnir opnast. Og ég þar með laglínuna og svona sjáum hátónana og það. Og það lofar ansi góðu. Já. Þú ferð þarna með heiminskautum í nánast, það er bara þannig. En sko, ertu jólabarn? Ertu jólamaður? Já, ég held það. Já, ég
einhverja hefðir frá þínu æsku sem ennþá lifa? Já, miklar. Já. Þegar ég var barn eða, krakki, þá var pabbi var náttúrulega mikið í kirkjunni. Já. Og mamma talsveit líka, þau sungu bæði. Já, mitt. Og pabbi, ég var í kirkjunni meira og minna, ég hugsa bara nánast alla daga, allt árið kring, jarðarför hér eða gifting þar og síðan dregur hann mig út í söngin bara 8 ára gamall. Já. Og fljótt upp úr því þá fer ég í Barnaskóla Íslands. Já. Hjá honum Birgi Helgasyni. Já. Og þá var allt vitlaust svona innra með mér strax. Já. Og líka gagnvart kirkjuna því að við fórum á stórhátíðum og sungum þannig, ég held ég verið þarna 3 ár, ég líka ekki miklu og þá var það hátíða páskar og eiginlega allar hátíðar og jólin sérstaklega. Já. Og ég þekki ennþá svo viðlagi með prestinum í messunni hátíðartónið. Já. Barn oss fætt og nákvæmlega. Og ég lærði þetta og það ennþá þarna. Þannig að við erum stór fjölskylda og það var alltaf mikið að vera á hátíðum og góður matur og yndislegt. Eldar þú jólin? Já, ég geri það gjarnan. Mér finnst ég sjálfur mjög góður kokk. En allavega, það ekki bara ég vegna þess að barnabörnin elska matinn sem ég geri. Já, Þau vanalega þetta svona 2 vikna fresti. Nú langar þeim í afapasta eins og kalla. Ég geri á ítalska máta. Já, sjálfsögðu. Og þá vilja þau afapasta og gera það svona með allskyns variasjónum og þau elska krakkarnir. Já, ég hittað í fyrsta sinn, náttúrulega elst upp við plöturnar þínar heima og hlusta á þig. Já. En ég verið til að leggja hellingspening á það að þú væri matgæðingur. Já, ég er það. Já, en nú náttúrulega, þú segir pasta, þá náttúrulega koma hefðirnar með þér frá Ítalíu, þú varst það svo lengi. 40 ár þar. 40 ár. Já. Eitthvað sem þú saknar þess, eitthvað sem þú... Já, mjög mikils raunverulega. Já. Ég sakna náttúrulega góða veðursins. Sjálfsögðu. Og þarna eftir 40 ár þá eigum við fjölskyldu niður frá vini, mjög nákvæmna vini og bæði aldraða og unga og þetta við söknuðum nánast alla daga. Já. En svo kannski sakna ég einna mest fyrir þetta matinn. Matur, hann allir að tala um þetta sé mikla framfarir í mat, hérna á Íslandi. En mér finnst það ekki að vera, Og mér fannst, það fjölbreyttara. Já. En ekkert endilega sem bragð eða sem góða mat finnst mér bara mjög erfitt að fá til þess eins og í Reykjavík. Já, ég skil þig. Og menn eru mjög, finnst mér svona glaðir í kryddinu, útlendu kryddi. Já. Og stundum á tíðum þá veit maður alla hvað maður er að borða. Já, finnst það þá eins og fólk bara treysti ekki alveg hráefninu þetta sé? You got it man, nákvæmlega máli En Ítalinn hann nota mikið bara salt og pipar og ef þú ert með eins og við í flestum tilvikum með mjög gott svona material þá vill maður bara hafa það Já, er það ekki? Jú, alveg saman því Og í sumum tilfellum eins og bara með góðan fisk á þetta bara salt og pipar og búið. Já, þetta akkurat Já, en þá verið að setja á þetta rosalega og þá verið að tala um svona jafnvel asískt eða middlískt eða allskyns svona krydd og tala ekki um karríð og allt það sem er yndislegt. Já, það er það Já, og fiskibólu með karrí er náttúrulega ómetalegt, en mér finnst það betri með lauk og smjöri. Já, ég er með þér allan daginn. Er það ekki? Jú, allan daginn. Þannig að svona er þetta. En það er kannski líka allt í lagi, og örugglega, en líka er það þannig að
þú átti ekki alltaf val ef þú ferð á veitingastað til dæmis þá bara Já, það er náttúrulega einskorðast í því sem að það þið búið upp á þann daginn. Sem búið upp á. Já, en sko, þú ert að syngja hérna helgina, ertu alveg á fullu ennþá? Ég meina, þú varst að syngja síðustu helgi? Jú, það var óbáslega gaman. Já. Þá tældi ég nú fram líka mínu nemendum, ég nú að reyna að hjálpa fólkinu, mér langar að gera meira og hef gert það í gegnum tíðina, að kenna. Já. En ef þú kennir barni að ganga, þá stoppar ekki þar. Nei, þetta er... Og fer kannski jafnvel að kenna í handbolta eða knattspyrnu. En allavega þá reyni ég að koma þeim upp á svið. Já. Ef þau eiga skilið. Já. Og ég er með nokkra gæðinga núna og þeir voru að syngja með mér óperutónleika meðal annars í hörpunni síðustu helgi og svakalega gaman. Já, ekki. Jú. Og ég söng nú Toska fyrir hvað 3 árum, 70. Já. Þannig að gera þið betur. ég segi það líka. Ég minni þetta er náttúrulega bara lífið mitt og tilvera. Já. Þú veist þetta, söngurinn, ég hætti að syngja allt í henni, ég myndi deyja mjög hratt. Þetta er náttúrulega, sko, þetta ert þú. Þetta er bara ég og að borða og að elska fólkið mitt. Þetta er bara heilaga þrenning. Dásanlegt. Hlakkar til jólana? Já, mjög mikið. Já. Við höfum barn, son og tengdadóttur og barnabarn í San Francisco. Já. Þau eru að koma og verða hjá okkur velið fram með áramót. Já. Jú, mjög mikið. Þannig að það verða stór fjölskyldu jól. Já, það verða stór fjölskyldu jól og það verður laufabrauð og hangikjöt norrlenskt. Norrlenskt að sjálfsögðu. Já. Og hotdog. Það er skorið út og svo gerum við glögg, ítalskt. Já, þannig að þetta er svona fusion. Já. Ég get ekki sagt eitthvað að við erum að tala hangikjöt að við fengum yfirleitt eða með einhverju móti annarkot komum við með það eða fengum hangikjötið þegar við vorum niður frá. Og einhvern tíma var ég þetta meir sér vera á þollokskvöld og síði hangikjötið eðlilega og setja út á svalir. Við höfum alltaf verið með hunda. Svo gleymi ég því að setja ekki nógu hátt fyrir hundin og svo kláraði snart í kjötið. Daginn eftir þegar við ætlum að ná í það þá var bara beinin eftir og hann fár veiku líka. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja hvernig reiddi hundinum af. Já, ég fór nú ekki með hann í, ég er nú alveg upp í sveit og væri í Sveitíkalanda. Já. Hérna á Rifkjelstöðum hérna inn í, fram í Eyjafirði. Já. Og ég vissi alveg hvað þetta gera við kallinn, sko. Það var bara pínlítið laxerolía og baconsneið og þá lagaðist þetta alls saman. Það leifa þessu bara að fara sinn veg. Já. En vonandi gengur þetta betur með hangikjötið á þessari þólasmessu? Já, ég held það. Ég held það, jú. Ertu skötukall? Nei, veistu, mér finnst þetta ekki vera mannamatur fyrirgeði. Nei, allt er góð. Það skulle bara Eru sammála með það líka? Nei, reyndar ekki. Nei. Ég hef mikið dálæti á skötunni, merkilegt nokk. Já, kona mín, hún er að vestan og aln upp við þetta. Já. En það er ekki bara lyktin, það er bara, mér finnst þetta bara ótrúlega lítið spennandi. Já, þetta er líka sennilega eins fjarri ítalskri matagerð og hægt er að hugsa sér. Já, þeir myndu náttúrulega bara fljúga tilbaka. Ég hugsa það. Hitt er hann að mála að ég átti yfirleitt beitu af hákarli í ískapnum. Já. Og ég leyfði stundum að smakka, ég átti brennivín líka og rúgbrauð. Já, mikið hafa verið hrifnir af þessu. Veistu það, þeim fannst þetta áhugavert. Það er kurteislega orðfærið. Já, nákvæmlega. Áhugavert. Interessant. Mér fannst það gott. Ég fekk nú hérna frá Samherja bræðurum stundum, sko, og þá góða beitu hún endist mér í mörg ár. Já, þetta er alveg neitt. Og þetta, mér fannst þetta
ákaflega gott af og til, sko. Þeir eru konið farið með þorran. Já. En Kristján minn, hjartans þakkir fyrir að koma. Mín er öll ánægjan og gott að kynnast þér og Takk sem leiðis. og ykkur hérna að norðan menn allir. Ha. Nú bara drífur fólks í hof að horfa á þig og Dittu og Þau verður að gera Friðrik, það, en Tómar og það Öss. er bara uppselt á 5 Það er fimm uppsátt allt sýningar, saman. Já, auðvitað. Ég held í ljúgu engu, það er bara, ég fekk ekki eins og miða fyrir fólkið mitt, Það er bara heppna að þú færð bara að vera með þess að þú ert á sviðinu. bara vegna þess að ég er á sviðinu, já. Það er bara þannig. Dásamlegt. Þannig að það er náttúrulega bara yndislegt, sko. Já, það er bara dásamlegt. Til þessi leikurinn gerður. Já, enda Friðrik bara frábær, sko. Hann er yndislegur Já, og já, elskaði já. bæði norðan og sunnan heiða. Og þessi strákar, ég er bara, eins og ég sagði, bara yndislegt og mikil ánægja. Yes, herru, Skál fyrir þeim. salute. Ég óska bara þér og þínu gleðilega aðventu og jóla. Takk fyrir. Og- Mín ánægjan. Við ykkur heima segi ég bara hafið það gott helgina við ljúkum þessum þætti með laginu Drottningin eftir Eyþór Alexander. Ólafur Sveinn Traustason trúi ég hafi gert textan og það er hún Jónína Björk okkar Gunnarsdóttir sem að syngur. Verið góð hvert við annað, ævinlega blessuð.